Góðan daginn, gott fólk og velkomin í þáttinn okkar sem heitir hvað, ég maður það ekki. En hann lítur af eitthvað, heita eitthvað. Heitir hann ekki Guðsorðið, ég held að. Þannig við von á góðu. Við sem elskum Guðsorðið hljótum því að leggja við eyrun. Og ef við elskum ekki Guðsorðið núna, þá má nú alveg læra það og venja sig á það. En allt það samt Guðs gjöf. Þetta ekkert eitthvað sem að ég gef þér eða þú gefur sjálfum þér og sjálfur til að byrja með. Heldur færðu þetta allt að ofan frá Guði vegna þess að Guð nú einfaldlega til. Það svona fyrsta nálgunin okkar hvað hann varðar, að við viðurkennum að hann sé til. En það segir í orði Guðs eitthvað þó að leiða að fyrsta skrifið hjá manni sé að viðurkenna að Guð sé til. Ef ég viðurkenni ekki þessa staðreynd, að á hvaða byrjunarreit ætla ég þá að fara? Byrjunarreiturinn hann að þú viðurkennir þessa staðreynd. Staðreynd, segi ég. Þetta staðreynd til mér, já. Og ef þetta ekki þín staðreynd, að þá ertu bara ekkert inn í þessum málum, minn kæri. Og þess vegna erum við með þátt sem heitir Guðsorða þátt. Það að setja menn aðeins betur inn í eitt og annað til að þeir geti sjálfur vegið og metið hvernig best sé að arrangera þessum hlutum. Ég gef ekki neitt þarna, ekki neitt. Ég gef ekki einu sinni skilningin, því að skilningurinn kemur til þín gegnum trúðina frá Guði. Allt þetta frá Guði, allt þetta frá honum. Og þetta gott viðmið því að þá erum við leið að segja okkur sannleikan hverjum við tilerum og hverjum við þjónum. Guði. Við þjónum Jesú. Þríeinn Guð, Faðirinn, Sonurinn, Heilagur Andi. Þegar þú nefnir eitthvað af þessu, þá ert ég raun að nefna þá alla þrjá. Faðirinn, Soninn og Heilagan Anda. Þú færð þennan pakka þegar þú frelsast, alveg eins og hann leggur sig. Og fyrsta vitund þín og opinberun það til Guð. Síðan ganga framundan og hún öll, hún öll raunverulega á þinni ábyrgð. Hvort þú lærir að þekkja Guð vel eða lærir að þekkja hann bara saman og ekki neitt, það allt saman á þinni könnu, á þínu vegum, á þínu snærum. Og þess vegna svona þáttur góður að því leyti til að hann hvetur okkur að þessu borði að þekkja Guð. Og sumir, ég veit reyndar ekkert hvernig menn vinna þetta, en allavega í mínu tilviki kom strax upp mjög mikið hungur í að vita meira nákvæmlega þessi mál sem að sumir í dag tala að sé ekkert gagnað, og þetta hefur nú verið talað í mínu eyru. En ég segi og stendi það mest gagnið af. Svona nú andstæðurnar alveg skýrar og það viljandi. Andstæðurnar alveg skýrar til þess að við sjáum munin. Innan okkar hóp oft svona hálfvelgja
og það hjá fólki sem einhverja hluta vegna hefur ekki getað tekið almennlega ákvörðunum hvað það vilji gera og hvernig það vilji snú og haga þessum málum sínum. Og ég hef ráðinn í það og það er Guðs orð, mikið af Guðs orði, sökkva sér ofan í Guðs orð og svo framvegis og svo framvegis. Það er ráðið. Þetta er ráðið sem að Guð hefur haft handa kynslóðunum og gengið í gegnum þar allar og til minnar kynslóðar og ég er hér að tjá mig þessi mál. Bara eins og allar aðrar kynslóðir hafa gert. Það er ekkert verið að segja neitt nýtt hér. Bara aldeilis ekki. Þetta er Guðurinn sami. Við erum enn að brúka sama orð og gefum var niður á sínum tíma. Engin breyting. Segi ég og stendi það. Þú kannski sér alveg 1.000.001 breytingu á öllu og engu í kringum Guðs orð en ég blæs á það. Og ég segi það rangan málflutning. Segi það bara beint framan í þið, minn kæri. Bera virðingu fyrir Guði og við verðum líka að bera virðingu fyrir einhverju. Það er öll virðing á undanhaldi í þessum heimi. Af hverju? Það liggur fyrir. Af hverju? Við erum æ meira að gleyma grunninum okkar. Það er ástæðan fyrir því að virðing fer þverrandi og minnkandi á allt og öllu. Svo upprís ég, mikill og merkilegur, svo sem er rétt, að ég er engin Guð. Og ég þakka fyrir bara að vera ég, sem lít Guði. Sem mínum kennara, sem mínum leiðsegjara og svo framvegis og svo framvegis. Þarna vil ég vera. En þú, alveg eins og ég, verður auðvitað að fá að taka ákvörðun fyrir þig, hvernig þú vilt að þessu málum sé hagað. Já, við veljum. Við tökum ákvörðun. Ég tek ákvörðun fyrir mína parta að vera með þessa Guðsorðaþætti. Að ég tel mikið gagn vera á þeim, má þess ég sé að gera neitt lítið úr öðrum svona þáttum. Við bara þökkum fyrir þá sem eru við þetta. Að kenna fólki Guðsorð, kenna fólki rétt Guðsorð og eru bara þar. Ég get verið þar, þú getur verið þar. Og til að tryggja mig, þá les ég þetta daglega Guðsorð. Og til að tryggja mig, þá geri ég það sem að Drottinn hefur boðið mér að gera. Og ég líklega veist þú að þetta er eitt af því sem að hann hefur kallað mig til að gera. Eða hvað veit ég svo sem hvað þú veist, það skiptir ekki máli. Og þannig erum við komnir á mjög góðan stað með okkur sjálf. Því að þegar út á þessum stað, þá líka veistu hver þú ert í Guði. Þú verður að vita það sjálfur og sjálf hver þú ert í Guði. Þetta var ákveðin opinberun sem ég fékk. Ég sá sjálfa mig í Guði og hvar ég er í Guði. Ég hef haldið í þetta alveg fram á þennan dag og ég get alveg sagt þér það, ég veit ekki hversu oft maður hefur þurft að taka þetta fram fyrir sig sjálfan til að bara staðfesta það sem verið er að gera. Drottinn gefur þér allt sem þarf í þetta verk og líka þessa staðfestingu. Því á ferðinni, ekki alltaf kannski, á ferðinni myndu þurfa að staldra við og sjá hvar þú stendur. Þetta er svona að testa sjálfan sig, en með hvaða testi erum við þá að testa? Hverju öðru en því sem Guð hefur sett niður í hjartað okkar.
til staðfestingar og við notum hana. Og við hressumstum við áfram samfærðum að það sem verið að gera sé Guðs vilji. Og staðfestan slík þarna að henni verður ekkert hróflað. Henni verður ekkert velt koll. En baráttan þar með ekki búin. Baráttan við þetta stendur einkum og sérilagi við sjálfið, holdið okkar. Sem í raun og veru, strangt til tekið, vill ekkert Guðs orða klastur eitthvað. Það vill bara eitthvað annað. Og svo náttúrulega líka þannig að atgangurinn í kringu þig, hann oft slíkur að þú spyrði kannski ítrekkað, býttu, af hverju ég að þessu? En þá fáum við svarin í það, mjög magnað svar. Þú dáin sjálfum þér og þú ert risin upp í Kristi. Já, við fáum hressingar, trekk í trekk og við segjum og vitum, við þurfum á þeim að halda. Þannig bara það. Við þurfum á þessum hressingum að halda með beinum hætti. Og hvernig það með beinustum hætti? Það ekki bara beint frá Guði? Hann allt í öllu. Hann hér og nú. Og hann etur þér fram að því hann þekkir þína köllun. Þess vegna það svo mikilvægt fyrir mig og þig og okkur öll að þekkja voru köllun og stíga út í voru köllun og bara gera punktar og eftir. Guð ákveður hve lengi þessi verk kann standa og ég hef engar áhyggjur af því. En við erum með staðreind og sannleika núna að enn sinn allavega heldur þetta áfram. Í raun og veru var það mig ekki það hve lengi í viðbót. En þessi þáttur allavega komin fram og við munum að sjálfsögðu ljúka við hann eins og við gert alla hina þættina. En ég á ekkert von á neinu öðru en að þetta haldi áfram. Það engin plön það hvað mig varðar að ljúka þessu neitt. En þetta ekkert mín ákvörðun hvað þetta varðar. Það var heldur ekki mín ákvörðun á sínum tíma að gera þetta. En þetta fór nú samt á stað. Og þetta enn í gangi. Að því svo hefur Guð talað. Þannig sumu erum við dáin. Við deilum ekkert við þetta. Við vitum staðreyndirnar. Og það mjög gott. Þannig að þú að sjálfsögðu biður áfram fyrir þessu verkefni að því að þú kannt vel við það, þér líka vel við hvernig þetta framsett, að þú sérð að þetta framsett í algjöri einlægni. Það held ég að við séum sammála Ræðumennskan, í raun og veru mér alveg saman hana. Eina sem ég geri kröfu hvað hana varðar að það sem Guð vill að komi fram, geri það. Ég ekki að sækjast eftir því að vera fremstur allara ræðumanna, en það ég það ekki og legg enga áherslu á það. En það sem ég legg áherslu á áhersla frá lifandi Guði. Og þetta hefur hann gefið mér. Og ég ekkert svo eini sem hann hefur gefið þessa gjöf. Ég þekki marga sem eiga nákvæmlega sömu gjöf. Og gera það helst og mest og best líka. Það sem Guð etur þeim fram í. Það alltaf gott verk að þjóna Guði. Þó ekki bara skilar því besta af þér í hvert sinn,
heldur hvað mest gagn af því sem þú ert að gera þá. Bæði fyrir því sjálfan og aðra sem heyra. Og til þess þetta gert. Þetta sé líka fyrir aðra. Það fyrir því sjálfan sem gerir verkið og ekki síður fyrir þá sem heyra og hlusta. Í gegnum þessa leið, í gegnum vídeóaugað og þar sem þú ert að horfa á þetta, á ágætu interneti sem að flæðir yfir allan heiminn og mikið undur þetta internet og það skelfur okkur svolítið hvað það mikið að kraða ekki. En þú ræður öllu það á hvað þú ert að horfa. Og það minnsta mál í heimi að sníða þetta þannig til að svona, betra efni komi fram. Þannig að þetta internet magnað að mörgu leyti að þú getur stjórnað öllu sem þar Hvernig gerur það? Þú einfaldlega lokar á það. Þannig að það sem að þú ert að horfa á eitthvað sem að þér líkar við. Þú ert Guðsorða maður, ég sé það bara á þér. Þá reikna ég með því að mikið af því sem að þú ert með á internetinu tengist því með einhverjum hætti. Af því að þú stjórnar internetinu. En það ekkert að stjórna þér. Þannig að vandamáli sem menn tala í kringu það vegna þess að menn stjórna engu þar. Þeir láta bara alltaf að yfir sig. Og svo bara frjósa þeir á milli vegna þess að það er svo ægilegt sem þeir eru að horfa á. Það ekkert mál að loka á þetta allt saman. Og þá verður eftir einhvað sem aðeins fallegra og jafnvel uppundir það að vera bara gott efni. Og það skaltu nota. Láttu bara hitt eiga sig. Og ekki vera að væla við aðra hvað þessi voðalegt sem að gerast þarna á netinu, að það allt á því, það rétt, það allt á því og þú veist það. En þú veist það kannski ekki alveg jafnvel að þú getur lokað á þetta allt saman og skilja eftir bara það sem þig líkar við. Þannig að þú skalt allavega ekkert vera kvart undan því hvað þarna með þá vissu og þekkingu að þú getur losaði við það allt. Þannig að það þarf ekkert að vera neitt að bögga þig eða angra þig. En ef þú gerir ekkert, hverjum það að kenna? Internetinu. Þér að kenna sjálfum og sjálfri að þú ert ekkert að gera neitt í málunum. Og aftur sjáum við gagnsemi af svona guðsorða þætti. Að núna hann að benda á þetta fyrir einhvern að taka sér nú taki. Sjáðu ekki gagnsemin af þessu. Fyrir til að mynda mannesku sem að angra sig af internetinu og hangir við á lón og dón. Allt til að hanga við á lón og dón. Snýttu það eftir þínum þörfum. Því það svo léttur leikur að gera það. Þetta internet mjög magnað dæmi. Og þú getur notað það nákvæmlega eins og þú sjálfur vilt. Vandinn kannski þarna sá að við vitum stundum ekkert hvað við viljum. Og svo bara kvartum við yfir því aðstæðum en gerum ekkert meira nema kvarta. Og hvað kvart? Það afl í þér sjálfum og sjálfri, og mér líka, sem etur mann upp. Það ávöxtur af öllu kvarti.
Kvart er sem sagt neikvæð bylgja sem þú ert að kalla fram í þér og hún býr í þér. Þannig þú skalt ekki vera neitt undrandi á því þegar þessi bylgja kemur yfir þig að þið fer að líða illa af henni, og hver þekkir ekki þetta? Allir. En misjafn hvað góðum tökum menn á þessu, það er misjafn. En þar ríkir jafnræði vegna þess að öllum er gefin þessi hæfileiki að velja og hafna. Velja? Hvað velja þeir? Líklega eitthvað sem þeim líkar. Hafna hinnu sem þeim líkar ekki. En síðan er það hvað er í hjartanu þínu, hverju þú hafnar og hvað þú velur. Ef þú velur endalaust að sora, þá er það líklega vegna þess að hjarta þetta er fullt af sora. Og hvaða ábending er þetta til þín? Gerðu einhvað í málunum og leyfðu birtunni svolítið að leika hjartað. Ég sjálfsögðu er að benda þér á birtu frá Guði. Því að það er bara verk mitt og skylda mín að benda alltaf á hann. Hann er ljósið. Hann er sá sem hefur afl til að breyta. En gerir það ekki ef þú vilt það ekki. Það hef ég lært. Þess vegna hvetur drottin okkur og orðið okkur til að gera vilja hans. Og það gengur svo langt að segja, deyðu sjálfum þér. Og þetta gera menn og konur sem að ná öllum þeim árangur í Guði sem að, já, við kannski horfum til, ég veit svo sem ekki hvað menn horfa til, en ég er nokkuð viss það að við eigum okkur eitthvað guðsmann eða guðskonu sem að við berum kannski svo litla virðingu fyrir, kannski mikla virðingu fyrir, en þú máttu þetta bera virðingu fyrir hverjum sem þú vilt, en það er raun og veru breytir engu fyrir þig. Fyrir það fyrsta þá getur þú aldrei orðið þessi manneskja, af því hún er ekki þú. En það sem þú getur gert, þú gætir líkt eftir henni, en þú verður þó að gera það sem hún hefur verið að gera til að afgeti orðið. Hvað hefur hún verið að gera? Sé hún guðsmanneskja, þá hefur hún verið að gera þessi guðsverk sem gerðu hana að þessari guðsmanneskju. Og þú finnur út hvernig hún fór að og þú gerir eins. Og tekst á við allt það sem að því fylgir, því það geta verið átöku í hjartanu þínu þegar þú ert að snúast úr þvælu og vitleysu heimsins í að vera sönn guðsmanneskja, en þú getur það. Sanna guðsmanneskjana sem þú horfir til, hún hefur gert þetta. Ef hún geta, þá getur þú það líka. Ef ég geta, þá getur þú það líka. En þú verður þá að gera það sem ég hef þurft að vinna og fást við til að ná því. Ef það er eitthvað markmið fyrir þig að vera eins og ég vona nú ekki. Svo fyrir utan það að þá verður þú aldrei ég, og af hverju viltu það? Ég er ég, og ég kann bara vel við að vera ég, mér langar ekki til að vera ykkur annar. Stóri guðsmaðurinn, svona ykkur að segja, og kannski er það nú kannski eitthvað til þess að bera kynróða fyrir mér er hann ekki til lengur. Af hverju? Já, alltaf séum ekki bara vegna þess að maður er búin að sjá allt og mikið. En ég beri þetta sjálfsögðu virðingu fyrir trú manna og fólkinu sjálfu, það er ekki málið. En ég horfi til Jesú. Ég horfi bara til Jesú.
og hafi ég hann, þá hef ég þessar allsnægtir sem hann er að bjóða. Og þær bregðast ekkert, og þær hafa aldrei brugðist mér, og þær munu aldrei bregðast mér. Því að Drottinn er klettur aldanna. Og hann bauð mér að standa á þessu kletti aldanna, og ég þáði boðið og steig á klett aldanna. Og þá blasir við mér orðið og trúi mín magnast upp af því sem blasir við. Þannig að það allt saman fyrir að verka. Og þetta er gríðarlegt afl sem ríður öllu úr þínu hjarta sem það á ekki að vera og kemur sjálfu sér fyrir það. Þetta er mögulegt. Þetta er það sem orðið er að boða og bjóða. Það vinnur verkið með þér og veist af hverju. Guð er góður Guð og hann tekur aldrei fram í fyrir hendurnar á nokkrum einasta manni. Skoðaðu í kringu þig og sjáðu. Hver á okkur er ekki raun að gera það sem honum dettur í hug? Hver á okkur hefur ekki farið til vinstri þegar allt í honum sagði honum að ganga beint áfram? Af hverju fór hann til vinstri þegar hann vissi sjálfur og sjálfur beina leiðin var framundan? Hver veit ákvörðun mannsins? Og hvað er þetta ábendingum? Haltu í trúna. Haltu í orð Guðs, leyfðu orði Guðs að kenna þér stöðulega. Og það er ástæðan fyrir því að þú framvegis horfir á Jesú. Lítur á auðvitað fólki bara sem jafningið eina og samstarfs aðila en þú átt Jesú. Og þú ætlar engan að láta taka hann frá þér. Ákvörðun. Þegar þú ert komin á þennan stað er alveg ljóst að þú reynsað af borðinu hjá þér. Og borðinu er eitt orð í raun og veru, Jesú. Hvað voru þau mörg áður en þú ruddir öllu til hliðar? Ég veit það ekki. En líklegt er að sum af þeim hafi verið í því að rugla því í ríminu. Þannig eru þau komnir að kennslu sem að, já, hálfvelgjan er kannski að kenna. Hún er óskiljanleg, hún er svona og hún er hinsegin og ærir óstöðugan og það veit ekki hvað hann heitir. Er þetta hægt? Ég held þú vitir að þetta er hægt og kannski hefur allt of oft séð þetta. Að hverju? Af því að kenningavindarnir þeir leika okkur og leika áfram okkur og við vitum ekki að við höfum aldrei tekið á því hvað af þessu sé rétt. Við veltum því ekki alltaf endilega fyrir okkur, svo allt í hennu verður bara allt rétt. Er það ekki svolítið svoleiðis? Af hverju? Við þurfum að standa okkar varðberg. Ástæðan fyrir því að glundróðin og kaosi kemst af stað er að við ugðum ekki að okkur, við stóðum ekki varðbergið. Hverjum er það að kenna? Nú auðvitað mér sjálfum sem stóð ekki í mitt varðberg. Ég bara treysti öðrum algjörlega fyrir því að það sem ég var að heyra væri rétt. Ég var bara sáttur við að láta mata mig. Og þetta er árangurinn, kannski,
að ég veit eiginlega ekkert í hvort fótinn ég á að stíga lengur. Þetta er ekki ásættanleg staða, en gerist að við fórum aldrei í okkur sjálf og festum einhvað hjá okkur. Við byrjuðum aldrei almennilega á byrjuninni. Og árangurinn er þetta kaos. Afsakið maður ennþá með smávegis kvef. Þannig að þú kannski heyrir eitt og eitt gelt frá mér í þessum tíma. En ég veit að þú ert stór strákur og tekur það nú ekki nærri þér. Og þú ert Guðs orðamanneskja og elskar Guðs orðið. Veit ég það? Ég elska Guðs orðið. Ég man alltaf eftir því þegar ég frelsaðist. Þá sá ég að Biblían var einhvað sem að ég myndi blína á, það sem ég ætti eftir að lifa, og Drottinn staðfesti þetta fyrir mér mjög fljótlega. Ég hef nú oft vitnað þetta og allt til að ég gera það bara einu sinni enn. Þegar ég var að lesa orð Guðs og ég gerði það nú svona, ég var að lesa þykkabók, þá má að klára þetta aldrei, þið þekki hugsunina. Og Biblían og Nýja testamenti er nú töluvert þykk bók, þó hún sé nú kannski ekki svo þykkast af öllum þykkum bókum. Og ég var að lesa Biblíun, Nýja testamenti mitt. Og ég er náttúrulega orðin 110% handvissum að ég myndi nú aldrei klára þetta. Þá talaði Guð til mín. Ekki hafa áhyggjur af því að þú munir aldrei klára þetta, sagði það við mig. Því að þessa bók myndu lesa svo lengi sem þú lifir. Og þetta resti mér náttúrulega við og ég raun að vera gerbreytti afstöðu minni til þessa máls. Já. Ég les hann á hverjum degi. Ég les hann enn á hverjum degi. Og ég er margbúinn að fara í gegnum hana. Ég er hættur að telja að ég hef reyndar aldrei talað, það skiptir ekki máli. Og ég lauk við hana, og ég lauk við hana, og ég lauk við hana, og byrjaði á henni endalaust. Og svona er enn. Og ég er komin þar núna, ég er sennilega að ljúka, ætli ég ljúki ekki næsta lestri á, sérstætt á enda Nýja testamentisins. Og það er allt í lagi. Þetta er yngur. Og svo kemur Mattheus og Guðspjall. Þannig áhyggjur mínar og mæða, þegar aldrei skildi ég nú klára þetta, var mætt með þessum orðum að af þessu skildi ég nú ekki hafa áhyggjur. Þessa bók muni ég lesa svo lengi sem ég lifi. Og ég er búinn að vera trúaður frá 89. Það ætla ekki verið svo 90 sem ég fæ þetta til mín. Og nú er 2024, þannig að það er orðin allmörg ár frá þessum tíma og ég er ennþá við þetta heikasorð að lesa orð Guðs. Og gera þessa Guðsorða þætti. Ég er nú reyndar ekki búinn að vera með þá allæfi, ekki þessu formi. En svo byrjaði ég með þá hvenær byrjaði ég með þetta? Ég man það ekki. Allt þessi búið að vera í 10 ára af mér. Nei, ég man það ekki. Kannski. Og þeir eru allavega enn. Og þeir eru alltaf verið með þessu formi. Þetta eru 40 mínútna þættir. Það byrjaði strax á því. 40 mínútum. Og maður var svo sem að fá ýmsar ráðin í þetta mál til að byrja með. Og ég gerði röða 5 mínútna þáttum manni. Svo gerði ég aðra röð af 10 mínútna þáttum. Og setti þetta allt fram.
En ég veit ekki, fatt ekki akkur og ég var að því. En einhvern veginn hafði aldrei almennilega frið fyrir því að gera þetta svona. En ég fekk átt hvatningu til þess að hafa þetta náttúrulega styttra á mér, til að menn nenni að hlusta á þetta. Og það var þess að ég fór og gerði hitt. En svona, já, mér finnst þetta ekki skemmtilegt. Mér finnst það hundleiðilegt. Þetta einhvern veginn bara, þessi 40 mínútur, það eru einhver staðall bara sem að Guð vill að sé á þessu, allavega hjá mér, ég veit ekki hvernig hann vinnur með aðra, mér var það raunin ekkert það. En svona hefur hann viljað að ég gerði þetta. Þannig hann gaf mér talentu, kannski talentu kennara, ég veit það ekki. Mér er raunin alveg saman það, Guð má gera þetta bara eins og hann vill. Og niðurstaðan var þessir 40 mínútur þættir, sem eru búin að vera allmargir, og ekkert framöndar sem kemur til með að breyta því. Já, ég var með 1 mínútu líka. Já, ég var með 1 mínútu, ég var búin að segja frá því, já. Þannig að maður er búin að prófa margt. En svo einhvern veginn enda maður alltaf á þessum stað með 40 mínútur. Ekki bara að leyfa Guð að ráða þessu og hafa þetta eins og hann vill sjálfur. Ég hef nú lært það í gegnum mína ævi að það er best. Það kemur best út. Og þú fær bestu kennsluna bara þú leyfi Guð að bara tala í gegnum þig. Það er ekki rétt hjá mér. Færðu betri kennslu aðra en að Guð bara tala beint til þig. Hann er að nota menn, mig og miklu fleiri í þetta nákvæmlega verk. Og þetta heyrir þú á hverjum sunnudegi, sértu kirkjusækin manneskja, af vörum pressins, af vörum forstöðumannsins. Hann talar orð Guðs, þetta eru orð frá Guði sem hann er að tala. Það er langt síðan ég gerði mig grein fyrir þessu. Þannig ég er alveg sallarólegur þegar ég hlusta á ræðu mann og kvenna. Þú verður líka athuga það með það að þú ert Guðs maður, þú ert Guðs kona og ekki ímyndaði er það í 1 sekúndu að hann líði það að þú fáir eitthvað bull í þitt eyra og þín eyru frá púlti. Það kemur ekki til greina. Hann á púltið, ekki ég, ekki þú. Guð á púltið. Það langt síðan ég komst að þessu. Ég man alltaf eftir því hvað það hresti mig, hvað það styrkti mig þegar ég uppgötaði þetta. Frá þeim tíma hef ég alltaf vanið mig á það að hlusta eftir því sem þaðan kemur. Sama hver manneskjan er sem talar. Og ég hef aldrei orðið fyrir neinu vonbrigðu með þessa ákvörðun mína og þetta val. Þú verður að vera með lífið þannig, trúalíð þannig, að þú treystir einhverju. Og þú treystir púltinu. Ekki þú púltinu, stikkinu, heldur manneskjuna á bakvið púltið sem er að tala til þín. Þangað kemur enginn nema Guð samþykki. Þetta er eitt af því sem að ég hef séð og viðurkennt og stend á og miða við. Þannig að Guð getur notað hvaða manneskju sem er, sem að vill. Þennan í dag, þig og morgun og svo framvegis. Bæði með góða ræðu, gagnlega, að því hún er komin af munni Guðs í raun og veru. Ég veit ekki hvernig þú tekur svona. En ef þú veist haus og sporð á hvernig Guð vinnur, þá hygg ég nú samt að þú takir því vel.
Það er komin tími, 40 mínútunar okkar eru að baki og ég kveð og held þessu góða verki Drottins áfram.